greniköngull, laufblað af vatnsbera, helmingur af kartöflu, hinn helmingurinn af kartöflunni, rauðlaukur, furustofn, bergflétta og steinn. Þegar stimpill er gerður úr hrárri kartöflu byrjað á að skera hann í tvennt og þurrka sárið á kartöflunni til að auðveldara sé að vinna með límbandið. Límbandið hjálpartæki þegar form skorið út í kartöfluna. Á öðrum hlutanum á kartöflunni fær hringformið að njótast sín og útlínur kartöflunar ekki skornar í burtu, heldur 2 lóðréttar línur sem mynda negatífuna eða neikvæða formið sem ekki tekur lit. Þegar svo stimplað með kartöflunum hægt að leika sér með formin á mjög fjölbreyttan máta og líka styrkleikan á litunum sem borið á. Á hinn helminginn á kartöflunni líka skornar út línur en hringformið skorið í burtu. Línurnar 2 á þeirri kartöflu mynda pósitífuna eða jákvæða formið sem stimplað með. Þessir 2 kartöfluhelmingar sem nú orðnir stimplar mynda gjörólíkt mynstur þó svo að einungis sé verið að vinna með lóðréttar línur þegar kartöflan var skorin út. Náttúran býr yfir óteljandi formum sem vert að rannsaka. Hér rauðlaukur einfaldlega skorinn í tvennt og þar með stimpillinn tilbúinn. Möguleikarnir endalausir þegar kemur að því að finna spennandi hluti í náttúrunni til að stimpla með. Könglar, steinar, laufblöð og trjágreinar form sem gefa ólíka áferð og gaman að vinna með. Þegar stimplað með ólíkum áhöldum best að nota örlítið vatn ef þynna þarf litin svo hann vinni vel með náttúrulegu stimplunum. Í sjálfu sér engar reglur þegar kemur að því hvernig eigi að bera sig að þegar litur borinn á og stimplað með náttúrulegum hlutum. Einhverjum gæti þótt eftirsóknarvert að bera ekki lit á stimpilinn eftir hverja stimplun, heldur stimpla nokkru sinnum með sama lit til að sjá litin fölna áður en litur aftur borinn á. Öðrum finnst borðlíkjandi að bera litin á með pensli eða svampi, á meðan einhver annar vill dýfa köngli beint í litin fremur en að bera lit á hann. Hvað sem því líður þarf að fylgjast vel með að liturinn sé eins og óskað og hugsanlega skóla eða þurrka af náttúrustimplunum reglulega á meðan stimplað þó svo einungis einn litur sé notaður. Einnig gott að hafa lítið prufustykki við hendina til að þrykkja og prufa sig áfram áður en þrykkt á aðalefnið. Hér gildir sem fyrr að undirbúa þrykkið vel, vera með mjúkt og gott þrykkborð, festa efni sem þrykkja á vel og vera með hreina og þurra stimpla þegar byrjað Þegar stimplað með hörðum hlut eins og stein eða trjából eða grein kemur sér mjög vel að vera með mjúkt undirlag til að flöturinn taki betur við litnum og formið njóti sín best.
Laufblað þrykkt á koddaver. Litur borinn á laufblaðið. Gott er að hafa pappír undir svo liturinn smitist sem minnst. Laufblaðið er lagt ofan á blettin á koddaverinu sem hylja á. Hreint blað sett yfir til að koma í veg fyrir smit af litnum og rúllað yfir með kefli til að fá litin sem jafnast hann. Á þetta laufblað var sett nokkuð mikið af lit sem þýðir að æðarnar á laufblaðinu sjást minna, en laufblaðið verður dökkt og þekur flötinn nokkuð vel. Steinninn er kjörinn til að skoða hvernig liturinn lýsist eftir fyrsta stimplun, en hér er leikið með mismunandi magn af þrykklit og ekki borinn litur á fyrir hverja stimplun. Þó svo að nú geti koddaverið flokkast sem tilbúið, væri ekkert því til fyrirstöðu að halda áfram að skreita það og til dæmis sauma ofan í þrykkið. Mikilvægt er þó að festa litin áður en það er gert samkvæmt leiðbeiningum, en þennan lit þarf að strauja fastan á röngunni. Þegar þrykkt er á tvöfalt tilbúið efni eða poka þarf að gæta þess að þrykkliturinn fari ekki í gegn. Hér er glæruvasa stungið niður í pokan til að koma í veg fyrir að liturinn ná í gegn. Mjög mikilvægt er að koma efninu vel fyrir á þrykkbrettinu og festa það vel. Hér er unnið út frá miðju og hún því reiknuð út áður en stimplað er með rauðlauk. Litur er borinn á eftir hverja stimplun með kartöflunni til að fá sem jafnastan lit. Steininum er alltaf snúið eins. Þykkari hlutin vísar út frá miðju í vonum að fá sem líkasta útkomu í öll skiptin. Það sama er gert með kartöfluna. Rendurnar eru þvert út frá miðju. Passa þarf að taka kartöfluna beint upp eftir hverja stimplun til að hún smiti ekki lit út frá sér. Laukur, kartöflur og steinn eru náttúruformin sem skreita þennan litla poka. Þegar liturinn hefur verið festur með straujárni er pokinn tilbúinn til notkunar. Þegar þrykkt er með náttúruformum er ekkert sem hamlar því að vinna áfram með efnið eftir að liturinn hefur verið festur í það, efnið þvegið og straujað. Tilvalið er að blanda saman útsaumi og handtrykki. Það er alltaf gott að fullvinna þrykkpröfu á lítið og meðfærilegt pröfustykki áður en hafist er handa við stærri og flóknari stykki. Það er að segja að þrykkja og festa litin eins og segir til á umbúðum og þvo samkvæmt leiðbeiningum til að sjá hvernig litinni bregðast við efninu og formin koma út eftir þvott.